Já, við ætlum að hefja hérna viðtalið við hann Jón Ólaf Ólafsson, arkitekt og formann Iðnaðarmannafélag Reykjavíkur og ætlum að fara yfir þessa merkilegu sögu, en það nú eiginlega ekki hægt annað að biðja þig, Jón, að segja okkur hvar við erum staddir. Þetta nú ekki svona venjulegt rými sem við erum hérna í. Nei, við erum staddir í því sem kallað er baðstofa iðnaðarmanna og hún er í gamla iðnskólahúsinu við Lækjargötu 14. Hér í dag þekkja kannski fleiri þetta hús sem hús Dómkirkjusafnaðarins, en þetta hús var reist af Iðnaðarmannafélaginu Reykjavík í upphafi síðustu aldar, tekið í notkun 1904 og hér hófst í rauninni eiginlegt iðnnám eins og við þekkjum það að tilhlutanfélagsins. Og hér var rekinn iðnskóli frá 1904 og framöndu 1955. Í þessu húsi var síðan innréttað þetta rými, mér minnir að það hafi verið gert 1926 og það vildu menn innrétta þetta í þjóðernislegum gömlum stíl. Hér inni eru drekasúlur, kyndlar með ljósum. Hér minnir allt á hagleikans hönd og hinn góðu verk. Ríkharður Jónsson var fengið hér til þess að skera út skreytingar. Hér er höfðaletur sem eru með tilvitnun í ljóð eftir Jón Traustaði með minnir og fjallar iðnaðinn og þekkingu og getu iðnaðarmanna. Baðstofan sjálf var síðan vettvangur iðnskólanema fram eftir öldinni. Hér sátu þeir og héldu þeir sína málfundi og ég hef heyrt eldri iðnaðarmenn segja frá sem að gengu í skólan á þessu tíma hversu líflegt félagslíf og hversu jákvæð áhrif þetta herbergi hafði á allt félagslíf í gamla iðnskólanum. Þannig að þegar að félagið seldi síðan þetta hús eftir að iðnskólinn var stofnaður, þá hélt það eftir þessu eina rými og þessum innréttingum. Og hér höldum við okkar aðalfundi og okkar félagsfundi og höfum gert allt til þessa dags með undantekningu af 5 ára tímabili eftir 1986 þegar að húsið brann eða efsta hæðin af þessu húsið brann og baðstofan var síðan endurbyggð í upprunalegri mynd. Já. Segir mér aðeins hvernig þetta breytist. Þetta eins og er búin að segja mér, þetta ofviða að standa upp í skólavald og eðlilegt að ríkið taki það yfir. En ef við nálgum svolítið nútíma, hvernig þetta breytist svona seinni hluta síðustu aldar. Þú ættir að horfa yfir þá. Já, sko, það má eiginlega segja að, félagið eftir 55 þá og félagin hættir þá nánast til öllum afskiptum á skólahaldi. Það verður meira félag sem ekið í sjálfu sér í kringum menningu þá kannski fyrst og fremst. Það heldur áfram að halda sýningar sem það hafði gert langan tíma. Það dofnar töluvert yfir starfseminni. Félagið átti eignir, það hafði byggt meðal annars átti að byggja Hallveigarstíginn þar sem að hús iðnaðarmanna var þangað til fyrir fáeinum árum en fann sér kannski fyrst og fremst nýjan tilgang með tilkomu þessara nýsveinahátíðar sem að ég mun kannski segja aðeins betur frá og eftir. Já. Og má segja hornsteinninn í því sem við erum að gera í félaginu í dag. Já. Sko, ef við förum að nálgast ennþá meira nútíma, sko, félagið, ef við horfum bara eins og þetta í dag. Þetta segðu mér aðeins hvernig, þú ert búin að vera formaður síðustin 5 ára, ekki? Nei, ég er búin að vera formaður, ég tók við formennsku í félaginu í apríl 2010, þannig að ég er búin að vera 1,5 ár sem formaður. Hafði þar áður verið varaformaður í 6 ár, en starfaði í stjórn frá því aldamót. Og hvað eru margir félagsmenn? Við erum milli 170 og 80 félagsmenn í félaginu í dag. En hvað þarf til þess að komast í félag? Það þarf að vera iðnaðarmaður. Já, við þurfum að vera iðnaðarmenn. Allavega iðnaðarmaður í einhverju löggiltri greina eða þá með menntun tæknimanna eða arkitekt, það er að segja arkitekt, verk eða tæknifræðingur, byggingafræðingur, eða þá að hafa unnið
til gagns fyrir iðnmenntun og iðnaðinn í landinu. Já. Það fólk sem hefur unnið í félagsmálum fyrir hönd iðnaðarmanna, kennslustörf til þess að bæta menntun iðnaðarmanna og þessir aðrar hafa getað sótt ingangu í félagið en til þess þurfa þeir að hafa einhvern meðmælda. Úr félaginu og sækja og síðan eru þeir bornir hér upp á félagsfundi og eftir atvikum samþykktir. En segðu mér aldrei neitt erfitt að aðgreina list og ykkar félagssvið? Jú, það ekki til sjálfu sér sem vefst fyrir mann. Ég held þetta snúist á endanum allt góðan vilja og gera vel. Og það eru þetta margir iðnaðarmenn sem hafi sjálfu sér bæði málað og samið tónverk og verið virkir á vettvangi listar. Þannig það eru þetta iðnaður ekki bara byggingariðnaður, iðnaður náttúrulega líka fjölmargar aðra stéttir iðngreinar. Við erum að tala greinar eins og framleiðslu, matreiðslu, hárgreiðslu, snyrtingu og þar fram eftir götunum. Járniðnaðurinn allur hluti af þessu löggilta umhverfi iðngreinanna. Ég með hérna hjá mér svona kannski fyrir forvitni sakir ég með lista yfir þá sem hafa fengið verðlaun hjá okkur á þessum undanförnum 5 hátíðum. Þetta eru fulltrúar 20 iðngreinar. Það ekki nefnað? Nei. En hvað eru iðngreinar margar? Ég held að þeir séu 32 sem teljast löggiltar iðngreinar. Og þeim hefur fjölgað? Já, og einhver hefur að greina síðan í undirgreinar. Já. En við erum með í þessum hópi við erum meðal annars með eitt söðlasmið sem nú ekki kannski fjölmargir sveinar sem útskrifast sem söðlasmið. Það náttúrulega iðngrein.